Listaverk í lífríkinu í boði Kanon. Þessi þáttur svo fyrsti af nokkurum þar sem ég fjalla á einhvern hátt Flatey á Breiðafirði. Í þó nokkur ár hef ég dvalið þar í alltaf 10 daga í júnímánuði. Þar ég að aðstoða vísindamenn við merkingar, talningar, mælingar og ýmis önnur stórskemmtileg atriði sem tengjast fuglum. Flatey einstakur staður. Þar búa fáir allt árið, en á sumrin líf í flestum húsum, þegar eigendur þeirra og aðrir gestir koma til að dvelja í náttúruparadísinni. Í eyjunni hótel sem starfrækt á sumrin og fylgir því talsvert líf. Á daginn við mest að sinna vísindastörfum, en á kvöldin rölti ég oft með myndavélina til að mynda fugla eyjunnar. Einnig siglum við til annarra eyja í kring og þar oft aðra fuglategundir en í sjálfri Flatey. Fyrir fuglaáhugamannin Flatey einstök. Þar afar þétt fuglavarp og margar tegundir sem verpa þar. Áhugamenn náttúruljósmyndun finna eitthvað við sitt hæfi í Flatey allt sumarið. Breiðafjarðarbirtan falleg, en í sólskinu hábjartan dag getur verið erfitt að mynda þar. Breiðafjörðurinn jú einn risastór spegill sem endurkastar sólargeislum. Kvöldin oft ólýsanlega falleg. Hluti Flateyjar og eyja í kring friðland. Á varptíma frá 15. apríl til 15. júlí óheimilt að fara friðlandið. Á svæðinu verpa tegundir sem á válista og ábyrgðartegundir Íslendinga. Ég leyfi myndunum að tala og ég mun fjalla ítarlegar þær fuglategundir sem hér sjást síðar í vetur.